29 ára Reykvíkingur. Hann svona á grindarbíl og hann að fara í fyrstu þraut. Já, ekki fór hann langt. Hann með AMC 360 kúbika vél og svona grindarbíl eða þessa sérhönnuðu íslensku torfærubíla. Hér kemur Sverrir Þór Einarsson, 28 ára bifvélavirki í Reykjavík og hann kallar bílinn Golturinn. Gífurleg orka, talið að sé með 700 hestöfl. Enda sko hann flýgur þetta alveg. Og brekkurnar að vísu alltaf orðnar erfiðar eins og við höfum rætt áður og við sjáum það, þetta er ekkert smáræðis fjall og stopp, nú eru góður á dýr, nú þarf að hugsa hvernig á að leysa þessa þraut, en Sverrir hann gerir þetta alveg snilldarlega, setur hann í bakkgír og sippar hann niður á hjóli. Þetta var svo gífurlega bratt þarna og það þarf að hafa þetta bratt, þeir eru orðið svo öflugir þessi bílar, 700 hestöfl, við sjáum það þegar hann hleypir af hérna, þetta er ekki smá orka og bílinn sem betur fyrir flatur aftan eins og við sjáum núna, maður tegur kannski ekki eftir þessu fyrir en hann fer aftur fyrir sig. Jú, ekki fer hann lengra, þetta er gífurlega átök og svo ég stoppa og stoppa. Reynir Sigurðsson, 40 ára atvinnurekandi úr Keflavík. Og við skulum sjá hvernig honum tekst upp. Þetta er sama, þetta er grindabíll. Já. Nú var það spurningin með brems ekki eins og Sverrir gerði, heldur við láta hann rúlla allavega niður. Ekki tókst honum, þetta voru erfiðar brautir. Gunnar Guðjónsson aftur fyrir sig. Þarna sáum við þetta aftur. Gunnar Guðjónsson fór hreinlega aftur fyrir sig. Þarna kemur vandamálið á milli þessara stuttubíla og þessar löngu að þegar það fara svona bratta brekkur upp, þá hreinlega bara órísaðir. Og þeir aftur fyrir sig og sjáu þið hvernig Búri tekur vel við. Hann fórnar nú höndum þetta smá stund, ætlaði ekki að styðja sig við, en það tókst ekki. En við rugluðumst aðeins ástand á Magnús Bergs á bíl nr. 4. Reynir Sigurðsson kom ekki þarna inn í myndina. Hérna kemur bíl nr. 3. Hér kemur Reynir Sigurðsson. Keflavík. Jú, þetta eru gífurlega öflugir bílar og verða harðar og harðari keppni. Og allt byggist þetta á þessari grind, þessari löngu grind og svona lágum bílum með breytt á milli hjóla. Hann vil nú laga hann eitthvað þarna til og sjá, jú, menn eru svolítið rægir við þetta. Þeir eru búin að sjá menn fara aftur fyrir sig, þeir eru búin að sjá aðra keppendur fara aftur fyrir sig, þeir eru búin að sjá þá rísa upp á endan og hann hreinlega bara finnur ekki brautina, hann er komin á langt til vinstri og þeir gefa hann merki það að hann sé komin á langt til vinstri og hann er að fara þarna upp á milli dekkjana. Guðbergur Guðbergsson. Ótrúlegt. Guðbergur, 29 ára vesturmaður Reykjavík á mjög öflugum bíl og hefur veitt Árna Kópssyni hvað mesta keppni í sumar. Það með ólíkindum, hann rís þarna bara upp á afturendan og kemst ekki lengra. Síðan er það Árni Kóps næstur. Ég held að Guðbergur hefði fengið 25 stig og hérna kemur nú sjálfur Íslandsmeistarinn. Árni Kópsson, kafari, 28 ára kafari á Bíldudal. Það er heimasætan sem fyrr. Og við skulum sjá. Jú. Það er vel kynnt upp og á nú að einhvern veginn á að lesa þessu braut. Við skulum sjá hvað hann gerir og alveg með ólíkindum. Sjálfir topparnir tveir, þeir fara ekki einu sinni upp fyrsta barðið. Og ég held að Árni fékk nú bara ekki nein stig þarna og Guðbergur 25. Þetta er alveg með ólíkindum. Sturla Jónsson, 24 ára sjómaður úr Reykjavík. Hann er á svona grindabíl líka. Grimmur ökumaður, mjög grimmur ökumaður og ákveðinn og oft reiður við sjálfan sig. Jú, hann fellur hann eitt dekk en hann fer þetta. Er kominn ofan á annað dekk og þarf að laga það sjálfsögðu því að við höfum rætt það áður að það er refsing fyrir hvert einasta dekk og þeir þurfa að forðast að fella þau. Það er 15 stig í mínus. Og ef einhverju var áhuga þá veit ég að þessi bíl er til sölu. Nei, þessi brekkur og erfið fyrir Sturlu. Hann kemst ekki þessa brekku. Reynist þeim erfið. 140 stig fær hann. 140 stig. Gunnar Guðmundsson, 32 ára múrar á Reykjavík. Hann er á Jefster 67. Þetta er gífurlega öflugur bíll og
Gunnar harður og grimmur keyrari, við skulum sjá hvað hann gerir. Nei, það er sama. Þetta er og erfið þraut. Gunnari tókst þetta ekki frekar en hinnum. Það hefur engum tekist enn að komast upp þessa þraut. Einar Benediktsson heitir þessi. 37 ára vélstjóri úr Garðabæ. Nó. Hann vill nú ekki meira. Hann bara ofhittnar þarna eða ríkur úr vasskassa. Ekki náttúrulega sjá eldið eða neitt. Nei. Þetta tókst ekki. Hér er nú komin einhver sem ég vant að sjá. Ég sjá nú ekki númerið alveg á honum. Það sýnst að vera bíll númer 9 en það passa nú ekki í okkar kokkabækur. En þetta er einn grindin, en ég held að þetta sé nú gamla heimasætan. Ég sé nú að segja það, þetta sé bara gamla heimasætan. Þá verður það Ríkharður Jónasson, 29 ára. Stendur nú ekki hvað starf hann gerir, gegnir. Nú, þá er það Sverrir. Sá sem fór upp á endan áðan. Sverrir Þór Einarsson. Já, gífurlega orku, en hann kemst ekki þessu þraut. Reynir Sigurðsson, Keflavík. Já. Það er saman, hann fer sama á Sverrir. Það er 165 stig, komið 220 stig. Þetta er svolítið, það þarf mikið kraft þarna og ákveðinni til að komast upp þessa brekku því að þarna fá þeir smá bakkast þegar þeir koma hér í bakkan eins og við sjáum. Út úr brautinni. Þetta er Magnús Bergsson, 34 ára smiður frá Selfossi. Greinilega lunkinn við þetta. Hann er búinn að taka forust í keppninni. Áttu nú fáið von á því. Gunnar Guðjónsson, sá sem að fór aftur fyrir sáðan. Sjá hvað hann gerir. Já, nei. Ekki séns. Þetta voru mjög erfiðar þrautir, það var alveg ljóst og menn lenti miklum vandræði með þetta. Menn voru svolítið, þannig kemur Guðbergsson og við skulum sjá. Grimmur, sjáu þið? Já, alveg frábært. Ákveðinn hikaði ekki, fekk 285 stig og fellt 1 dekk og komið 310 stiga. Heldur betur lagað stöðu sína. Og Árna Kófs líka þetta örugglega ekki og við skulum sjá hvað hann gerir. Jú, aðeins hikaði pínulítið hann í miðri þraut, fær 260 stig og þar með komið 260, fekk ekkert út fyrstu þraut. Við sjáum þarna sem að þeir fá smá hopp hann í miðri brekkunni og það var spurning að Guðbergur tók þetta mjög fast og ákveðið og spýttist nánast upp á brúnina. Sturla Jónsson. Já. 250 stig, komið 390. Hársbreytan fær upp. Þetta greinilega stefnir í hörkukeppni hérna. Gunnar Guðmundsson ákveðinn, það er engin spurning að hann er ákveðinn og hvað gerir hann? Já! Hann fór upp 280 stig. Komið 430. Sjáum þetta hægt aftur. Það er spurningin að það er ekkert sem heitir, það er bara að vera nógu ákveðinn og láta slag standa hvað skeður þarna í þessum bakka. Hann er nú, hefur lækkað núna eftir síðan fleiri fara. Jú. Ekkert mál. Gífurlega átök. Við sjáum það hann hefur affelgað hérna á vinstra afturhjóli. Sá ekki betur en sleppur. Nú veðrið lék nú ekki við fólki. Það var nú eins og það var. Ringdi eiginlega óskör. Nei. Ég heyrði á keppendur fyrir þessa keppni að þeir voru svolítið hræddir við þessa hörðu bakka sem voru í sumum brautunum. Þeir myndu brjóta, rifa og öxla og það á nú eftir að koma daginn. Hér kemur gamla heimasæpan, hann er svolítið skrautleg. Ríkharður Jónasson, 29 ára. Já! Herslumurinn. 205 stig, komið 345 samtals. Það er svona að byrja að myndast spenna í keppninni. Þeir sem að fengu minnst fyrst hafa náð sér í verulega góð stig í þessari keppni. Hér kemur Smári. Smári Kristófersson. Þetta er
braut, já. Hann fer upp, en hann fer töluvert langt út úr brautinni til vinstri og fær 245 stig og koma með 260. Þarna skiptir miklu máli að komast á milli dekkja, mjög miklu máli, því að það eru þó alltaf þessi refsing. Hérna sjáum við þessa nítrónkúta sem þeir nota. Þeir leipa eldsnöggt inn á vélina þegar þeir vilja fá átök og það eykst alveg gífurlega orkan við þetta. Bíll númer 3, Reynir Sigurðsson. Fór hann lengra. Tökum eftir því, þetta er þraut númer 3 og það er bíll númer 3 sem leggur á stað í hana. Þeir færast alltaf aftur fyrir, bíll sem byrjar á fyrstu þraut, fer síðastur í næstu og svona koll á kolli. Magnús Bergs, 34 ára smíður frá Selfossi, hann var greinilega í miklu stuði þessa keppni. Alveg lék sér að þessari þraut. Fyrri hlutan og kemur seinni hlutin, þarf að fara yfir þetta smá svona gil og svo aftur upp og þetta er laust eins og við sjáum og harðar klappir á milli. Já. Jú. Það er að ná hann með vegið hliðarhalla, hann er meira heldur en okkur sýnist hér á myndinni. Já, ekkert mál, 300 stig, snert ekki dekk og komið 685 stig. Þetta var mjög gott hjá Magnúsi Bergs. Gunnar Guðjónsson, hann er á litlum í Liss, árgeð 47, öflugum bíl og hvað skeður? Hann verður að komast þetta gengur ekki. Mjög, nei, hann fór þetta ekki. Guðbergur Guðbergsson, 29 ára verslunarmaður, eins og ég sagði áðan og ákveðinn, mjög ákveðinn og þetta er ekki, þarna er hann bara komið villu vegar og komið eitthvað allt annað en áttu nokkuð tímann að fara og það er aðeins 45 stig. Guðbergur var 30 þennan dag og þetta var ekki hans dagur. Það er alveg greinilegt, það sem komið er. Árni Kópsson. Nú er Árni að ná sér upp stig, hann sætti sig ekki við að Árni Kópsson að vera langt á eftir fyrsta sætinu, það er alveg ljóst. Við erum að sína það saman og við sjáum að það gerir þetta alveg snilldalega vel. Snilldalega vel. Þriðja þraut, 285 stig hefur fellt 1 dekk. Það er þegar bannan að banka á fyrstu sætin, Sturla Jónsson. Hann fer nú bara eiginlega alveg ótrúlegt að svona reyndum ökumanni hvað hann fór rólega af stað. Hvort að bílinn hefur ekki tekið við sér eitthvað en það er búið að sýna það fyrir bílinn, það þarf að fara dálítið miklum kraft í þessa brekku. Gunnar Guðmundsson, við sjáum það er bara gefið á fullu og það er það sem gildir. Það verður að fara kraft í þetta, en það er ekki samt. Það má nú hnika honum aðeins aftur upp bak og reyna og sjá hvað hann gerir, Gunnar Guðmundsson. Já, og svo, nú má hann þrykkja. Það fær vist einhver refsingu fyrir þetta en það er betra að reyna 5 stig. Ég sá hann ekki fella dekk, við skulum segja hann á kannski fell 1 dekk, en hann var líka fengið 50 stig cirka í refsingu fyrir að bakka. Einar Ben. Já. Nei. Hann brýtur sýnist mér bara liðhús. Hreinlega slítur hjólið undan. Og það var þetta sem ég heyrði svolítið á keppendur fyrir keppnina að þetta er laust en þar sem þeir koma á krafti gegnum lausa sandinn og lenda í þessum hörðu bökkum við sjáum. Þetta er ótrúlega harðar svona klappir, hvort þetta er móberg eitthvað þetta er hart. Við sjáum það gefur ekkert eftir að bíllinn lendir og hann bara hreinlega mölvar liðhúsið undan bílnum og þar með verður Einar að hætta. Það er held ég alveg ljóst. Sjáum við það að hann dregur þarna 4. hjólið. Og þá er það gamla heimasettan. Á henni á að vera Ríkharður Jónasson. Og það er bara kraftur í þetta og hann lenti miklu mýkra þarna. En eitthvað skeð samt. Sjáum við það, hann tekst ekki að stýra. Hjólið er alltaf í sömu stefnu. Það verður eitthvað brotna, togstöng eða eitthvað. Ég er ekki alveg öruggur á því. Smári Kristófersson. Og rólegast að þetta er alveg með ólíkindum. Það er að nánast nær sér aldrei á ferð og fær aðeins 25 stig. Þá kemur Sverrir með öll 700 hestöflum, sjá það gífurleg orka og hann brýtur líka. Hann brýtur líka liðhús eða eitthvað því líkt. Maður hefur nú séð bílana fara miklu herra upp en þetta og standast höggin þegar þeir lenda og samanber Árni Kóps í þessari kynningu til dæmis, inngangi á þessum keppnum þar sem maður fer alveg langt upp á endan en brýtur ekki en
Þarna voru heilladísirnir ekki með þessum keppendum, þeir brutu þarna hver annan þveran. Sverrir verður að hætta. Hefði nú verið virkilega gaman að fá þennan bíl áfram í keppnina því að hann er mjög öflugur, langmestu hestöflin, eða 700 hestöfla talið er. Sverrir Þór Einarsson verður sennilega að hætta keppni. Þá er það Reynir Sigurðsson. Og nú erum við komin í 4. þraut. Sjáum það. Yfir hól, já. Þetta var ekki Reynir fyrirgefið, þetta er Magnús Bergsson sem kom svo geysilega óvart í þessari keppni. Nei, þetta eru grjótharða klappir og hann hreinlega bara hrekkur frá bílnum. Fær 60 stig, komið 745. Gunnar Guðjónsson, Willisinn 47, eini eiginlega litli bílinn, eini bílinn sem ekki er svona grind. Það er sem mjög vel í sumar, búinn að fara aftur fyrir sig núna. Nei. 25 stig, komið 245, þetta er ekki hans dagur, það er alveg greinilegt. Guðbergur Guðbergsson, hann hefur náttúrulega náð sér í sigur þarna á afmælisdaginn, það hefur nú verið gaman að því. Sest á kviðinn, 60 stig, situr á millikassa og getur sig hvergi hrært. Hjólinn hanga í lausu lofti. Fór aðeins og langt til vinstri þarna greinilega yfir þessa hæð. Það er auðveldar að segja það heldur en að gera það, en hann æðir hérna svolítið vinstri hjá honum og lendur upp á svo háu hrygg að hann fer þetta mjög skemmtilega, klórar sig mjög skemmtilega upp en tekur hérna dekk en fer svo alveg hér út á hrygginn og situr þar gjörsamlega bjargarlaus. Árni Kóps, grimmur á vanda, þarf hann að hala inn núna, kominn í, þarf hann að banka á fyrsta sætið. Já. Snyrtilega gert, mjög snyrtilega gert og þá er þessi harða mikla klöpp, hann er ekki bangið við það, hann lætur bara vaða. 200 stig, langt flest stigin. Ég held að við sé 60 áður best. Gífurlega átök. Og við sjáum það hérna, það er smái, skoðað og svo er bara gefið. Hann veit að það er eina sem gildir. Það er bara að láta vaðið þetta. Þó þetta séu grjótharðar klappir og ótrúlegt hvað bíllinn þolir í átna. Sturla Jónsson, næstur. Nú, þá er komið Sturla Jónsson, já. Sjáu þið Sturli, já. Hann er alveg ákveðinn núna. Já, þarna fer hann upp, fór lengra til hægri og sko, hvað? Nei. Hann er til sölu. Jú, það er svo heyrist hann í þullum, hann er til sölu og þetta skiptir engu máli. Hann skemmtist ekkert og kannski hækka bara í verði við þetta. Og mjög gott í Sturlu, hann náði sér í, já, mér sýndist náleika mörg stig og Árni Kóps, hann fór eiginlega nákvæmlega jafn langt nema hann fór í eina veltu og fyrir það verði hann enga refsingu ef hann gerir það á niðurleið allavega. Það er öflugur bíll og ég er svolítið einkennilegt hvað hann náði litlu út fyrir þrautunum. Sjáum það hérna og haggast ekki á honum vertigrindið eða neitt og yfir á hjólinn. Alveg stórkostlegt að sjá þetta. Gunnar Guðmundsson. Við sjá hvað Gunnar gerir. Hann er nú þekktur verið að keppa við toppana og er þarna alltaf einna fyrstu þremur yfirleitt. Nei, hann bara hreinlega stingst í þennan bakka og fer ekki neitt. Mislukkað, algjörlega mislukkað. Smári Kristófersson. Nú, hann hitti nú bara einu sinni ekkert á þessa þraut og fer bara allt þar að leið og kveður þessa fjórðu þraut bara snarlega. 0 stig. Þetta virtist vera svo harðar klappir að þeir ökumenn náðu bara illa að stýra. Reynir Sigurðsson. Keflavík, snyrtilegu bíll hjá honum eins og
flestir og það er sama, hann allt og langt til hægri. Þeir verða að fara að láta á reyna að fara bara beint, stinga sér beint í þessa brekku. Það er ekkert annað að gera. Þannig að þeir skríðu hann á þessari hörðu klöpp og stýri ekki neitt. Sjáum það, hann getur ekkert gert. Nefnum að kannski keyrt yfir sjónvarpsfólkið. Það er ekki að stýra neitt. Og veðrið hélt nú áfram að vera svo að ringdi og ringdi en aðeins að byrja að draga úr því núna. Þetta var sem sagt fjórða þraut. Fimmta þraut var upp fjallslíð þarna og það var svo mikið rokið að það var ekki nokkuð leið að standa þar í brekkunni með myndatökuvélarnar en það var aðeins einn bít sem komst þessa löngu brekku. Það var Guðbergur Guðbergsson. Hann fór alla leiðin upp. Árni Kópsson komst næst lengst eða svona svo að þriðja brekkunni og síðan ekki söguna meir. Það var alveg upp á topp á einu fjallinu þarna. Hérna kemur Árni hjá þig, gífulega grimmur. Tekur 1-2 dekk. 2 dekk og upp, 270 stig. Nú er minn maður kominn í stuð. Árni Kópsson, sjáum það, þetta er að snúa þarna í miklum hliðarhalla og þetta er mjög vel gert. Ákveðinn, mjög ákveðinn, lætur bílinn eins og við kollum nú kannski, hættum að segja flatreka, slæmir íslensku slæta, en þetta er semst að kalla að láta flatreka og við sjáum að gera þetta mjög vel. Þetta er gífulega laust þarna, sandurinn. Tekur jú að vísu 2 dekk, en spurningin er líka að komast upp. Mjög snyrtilega gert. Og Árni greinilega komast í fyrsta sætið. Sturla Jónsson. Já. Nei, ekki séns. Lendir hérna í lausum sandi og nær ekki svona víðri beygju eins og Árni gerir. Gunnar Guðmundsson. Allt annað en ánægður, hvernig hún er gengið fyrir þrautum og grimmur keppandi gefst aldrei upp, sjáum við það. Já, gerir þetta snyrtilega. Já. Nú lendir það. Nei. Missir nær ágætla fyrstu beyjunni en svo ekki söguna meir. Þetta er Einar Ben, já, úr Reykjavík. Garðabæ segir ég, Einar Ben. Já. Hann fer þetta upp. Þó þetta svona meira á krafti heldur en kannski þetta segja lífburðinni. Ríkharður Jónasson, gamla heimasætan, hún hefur ekki sýnt sömu tilþrif síðan Árni Kópsson seldana og áður, við sjáum það, þetta er nánast búið og þó hann grefur þarna og losar upp, þannig að það verður ekkert voðalega gott fyrir næsta að fara. Það er hérna Smári Kristófersson, já, og gífuleg orku í þessu bílum þessu, já, en þetta er orðið laust og hann sekkur í þetta. Sverrir er dottinn út og margir fallnir út. Nú kemur Reynir Sigurðsson. Já, og svo. Já, kemst yfir hann að lausa sand sem komið var þarna og klóra sig áfram, já. Ekki tókst það. 25 stig aðeins. Hér kemur Magnús Bergsson, hann er í forystu í keppninni og hann verður að fara þetta til þess að halda henni. Gífulega snyrtilega gerð, alveg meiri átt að snyrtilega gerð. 300 stig. Fór þetta langbest. Mér fannst Árni Kópsson fara þetta vel á þann en Magnús Bergs kemur hér og hann snertur nú að vísu þetta dekk en hvort að menn telja að það hefði verið sandurinn eða frákastur á bílnum eða ekki. En þetta er virkilega snyrtilega gert af Magnús Bergsinni og hann virkilega skákar toppunum núna og á eftir að gera, það er alveg ljóst. Það er kannski meiri keppnisreynslu en þetta er meiri hátt að vel gert. Alveg flýgur þessa brekku og er með forystu í keppninni, fekk 300 stig þarna og heldur sinni forystu. Árni Kópsson og ekki langt undan. Guðbergsson. Ótrúlega fá stig þessari keppni eins og til laginu ökumaður. Alveg ótrúlega, sjáum það, hann leikur sér þessari brekku og snertir ekki eitt einasta dekk. 300 stig, komið með 1015 stig. Hefur orðið á ótrúlega svona einföld mistök, getur maður sagt. Það er náttúrulega allt annað að horfa á þetta heldur en að keyra þetta og tapað mörgum dýrmætum stigum og ég vil að komast ekki á stað í þrautin líka við. Já, hann er
mjög laginn og náði sér að vísu 300 stig í brekkunni 50 þraut sem við sjáum ekki því að þar var hann eini bíllinn sem fór upp og það mjög léttilega. Löng afríðandi brekka með svona 2 S-beyjum í og Næstur. Sturla Jónsson, þá er það einn þrautin enn og það er nánast bara Já. beint upp eða hvað, svo sjá, jú, beint upp hennar lausa sand og það er rétt aðeins bíllengdi sem hann kemst. Þetta er 7. þraut. Það er rétt aðeins bara að komast á stað. Gunnar Guðmundsson, já og svo láta nú. Það er sama, þeir komast þarna upp í gilið og það er ekkert nema þvernýtti klettar þarna beint framundan, þannig að það getur vel verið að hugurinn bera það ekki nema bara upp að þeim, en legg ekki í þá, þetta er Einar Ben, nei, hann kemst ekki heldur upp þessa lausu sandskriðu. Það er að valla að komast á stað, þetta er svo laust, en það er að þar líka svolítið áræði til að láta bílinn vaða þarna beint upp í klettana. Ríkharður Jónasson, gamla heimasætan. Hvað athugavert, lokað þarna grind, hlíðagrind einhverri og svo. Já. Já, við skulum sjá. Jú, aðeins vera lengra, já. En hættir. Hikar, 30 stig. Komið 500, þetta er ekki góð útkoma hjá honum. Það er Reynir Sigurðsson. Þá er það Smári. Nei, það er Reynir, Smári greinilega ekki. Það er sama, þetta er Reynir Sigurðsson, Keflavík, hann fer ekki lengra. Nú er komin full ástæða sem var að fylgjast betur með stígunum því að nú er þetta aðeins Magnús Berg og Árni Kópsson sem virðast geta. Já, og svo aðeins kemst hann upp í klettana og hættir Magnús Bergsson og fær 90 stig og með 1435. Já, Guðbergur Guðbergsson, sjáum hvað hann er ákveðinn. Þetta er alveg frábært. Alveg meiri háttar og 150 stig og komið með 1165. Þetta voru skemmtileg tildrif. Hann hikar ekki, þetta er eiginlega ótrúlegt að hann skulle ekki vera að berjast toppi hérna Guðbergur því að hann tekur sumabrautirnar meiri háttar vel en er svo búinn að klúðra eða mistakast á svolítið einfaldan hátt í 2 þrautum og það hefur kostað hann það að hann er í 3. sæti. Sjáum við það, þetta er alveg stórkostleg tildrif. Þá sjáum við Árni Kóps sem að nú vill fá 1. sætið. Það er ekki marga þrautir eftir, hann vill 1. sætið og sjáum það, nei, já, jú, Sam og Guðbergur, 165 stig og komið með 1330 stig og 1 þraut eftir og hann er 105 stigum eftir Magnúsi Bergsinni sem er í 1. sæti. Vinnur töluvert á hann hérna því að hann skuttlar sér hérna upp á klettana. Þetta er ótrúlegt öryggi sem þessir bílar hafa, það er hér skellur hann á kletti vinstra megin og sér það að hann getur ekki með þá er það 8. og síðasta þraut og þarna lafnar Árni Kaupsson, hann á aðeins möguleika núna, 1 þraut eftir. Gunnar Guðmundsson, já, ákveðinn og svo upp, nei, hér brýtur hann framdrif eða eitthvað, það er greinilegt því að hann fer aðeins 60 stig og við sáum það að hann snýr ekki hægra á hraðhjólinu. Einar Benediktsson. Já, og svo gefa nú í þetta. Já, upp er hann og svo kemur smá hliðarhalli og já, þessi þrautur er ekki erfið, ekki mjög erfið. Já, 220 stig og komið 911 stig. Þarna kom það loksins, já. Einari. Þá er það Ríkharður Jónasson og upp þetta, þessi braut var ekkert mjög erfið og við sjáum það er þarna einn bíll búinn að fara og annar að fara hana. Vísu ekki mikill vandi að fella kannski 1 eða 2 dekk. Já, Ríkharður Jónasson fyrir hana. Og þá er það Reynir Sigurðsson.
já. Hann klórar sig þetta í rólegheitum. Já. 285 stig, fellt 1 dekk, komið 950 stig. Magnús Berg í forystunni nú bara að klára þessa þraut og tryggja sér sigurinn í þessari keppni sem væri saga til næsta bæjar. Hvorki Árni Kópsson og Guðbjörgu vinna. Það ótrúlega mistök sem Magnús Berg gerir hérna. 90 stig í síðustu þraut sem allir eru búin að fara. Keppnisreynslan háðu honum eða eitthvað aðeins gefið eftir á taugunum. Guðbergur Guðbjörgsson fer þetta eins og að drekka vatn. 300 stig, komið 1465 stig. Og Árni Kóps, nú þarf hann að klára þessa þraut, þá er hann sigurvegari. Og hann lendir út í sama á Magnús Bergs, en nei. Árni Kóps klórar sig upp úr þessu og fær 270 stig. Fellir greinilega 2 dekk og sigrar með 1600 stig. Dramatískur sigur í Árna Kópsinni, ekki í fyrsta skipti sem að hann sigrar. Bara vefarhöndur. Því miður, Magnús Bergsson. Ég tók að þið sigurinn í síðustu þraut. Sturla Jónsson. Hann verður nú að klára þessa þraut til að hækka bílinn í verði. Það er ekki annað að ræða. Jú. Hann 285 stig, 1025 stig samtals. Sturla Jónsson. En þetta er ótrúlegt og Magnús Berg sem hafði haldið forystunni alla keppnina mista hana niður